Við erum í útvarpinu á FM 89,1. En við ætlum að byrja eins og við gerum oftast, við höfum gert eiginlega frá því að Bjarni sleit ríkisstjórninni á umræðum, svona opnum umræðum pólitíkina og kosninga framöndan og hingað komið inn gott fólk. Mest er Bíbí Ásgeirsdóttir sem er bassalegari, Borgar Magnússon sem er tónskáld, Kristjana Guðbrandsdóttir sem er fjölmiðlakona og Hrönn Sveinsdóttir sem er bíóstjóri. Verið velkomin. Takk. Herðu, það er kosningabaráttu. Sumum finnst gaman að þessu. Finnst ykkur gaman að þessu? Þú ert búin að kjósa það ekki? Já. Þannig þú ert búin? Ég er búin. Ég er mjög glöð. Ég var svekkt að missa af kosningunum. Ég var líka í Evrópu svo að klukkan var svo margt hjá mér, svo snemma að ég næði ekki að fylgjast almennilega með. Það er svo seint talið hérna. Fyrstu tölu koma bara 1 nóttin, þannig getur vel verið að þú getur verið að fylgst með kosningasjónvarpinu og fylgst með morgunkaffinu. Já, og ég er að vona það. Ég er rosalega spennt fyrir þessum kosningum og það sem mér finnst leiðinlegast er að pabbi minn sé ekki lengur á lífi því að hann hefði, ég get eiginlega ekki sagt ykkur hvar hann væri núna því að ég held að hann hafi aldrei búist við því á sinni lífsleið að kjölfestan í íslensku stjórnmálum sem er sjálfstæðisflokkurinn, það virtist ekkert bíta á þá, skilurðu, ekki hrunið, ekki neitt og nú er þetta alltaf liðast í sundur, framsóknir farin að kjafta frá og þú veist, hann myndi, það væri svo gaman að fylgjast með þessu. Þú hefur viljað að henni lifað að sjá sjálfstæðisflokkinn deyja. Já, það væri áhugavert og ekkert okkar datt í huga það við myndum lifa það að sjá könnun það sem að sjálfstæðisflokkurinn er undir 12%. Já, það er náttúrulega bara eitthvað ótrúlegt við þetta allt saman. Og framsókn mælist utan þings. Ég meina þegar við erum alast upp, þá var bara algjör standard að sjálfstæðisflokkurinn fengi aldrei undir 40%. Já, þetta er bara óhugsandi. Ný veröld. Þetta gerðist ekki eins og í hruninu. Nei. Þegar allt var inn í kalda koli, sko, þá samt 30. Þá voru samt 20% sem ætluðu að standa með og meira. Hvað fengu þeir eftir hrun? 30, alltaf þeir fengu 30% eftir hrun. 25 kannski. Já, þeir hafa dinglað svona, fóru hæðst í 29, 2017, svo hafa verið í svona 26 og 24 og 25. 23 kom eitthvað, það hafa verið lægsta. Þetta er rosalega spennandi. En 29, ég minna við sjáum það ekki hjá neinum flokki, þú veist, svona hátt, skilur, þannig að þetta var alveg snar bilað eftir hrunið að þeim skildi ekki vera að refsa meira, en nú fáum við kannski að sjá það. Kannski, því að við vitum ekki alveg hvað kemur upp úr kjörkorsunum. Við erum alveg eftir að sjá það. Við erum náttúrulega að sjá mikla óánægju sem beinist að sjálfstæðisflokknum. Þetta er alveg skýr skilaboð. Bara þeir þurfa að teikna sitt allt upp aftur. Mér finnst þetta spennandi vegna þess að við erum að sjá núna í fyrsta skipti þessa upplausn á hægri vængnum. Það er bara meira að brjótast og gerjast í okkar samfélagi. Og ég held að stjórnmálafólk verður svolítið að fara að hugsa sinn gang. Það er einhver aftenging. Þeir eru ekki að lesa okkar fjölbreytta og flotta samfélagi rétt. Nei, enda auglýsing frá sjálfstæðisflokknum að þeir ætla þeirra helsta framlag til allra þessar sundrungar sé að ráða fleiri lögreglumenn til þess að láta okkur líða eins og við séum örugg og það er nú bara frekar ókveikjandi að þeir get ekki lesið samfélagi betur en það að við þráum bara meiri fasisma eða hvað, ég skil ekki. Ég fæ auglýsingar frá þeim á Facebook, það er ykkur athygli að það er ekki mynd af neinum, þannig að þeir þóra ekki að sína mynd af forystunni sinni. Það er bara einhverjum svona textar, svona hvítir og bláir textar eiginlega annan andskotan. Já. Þeir hafa bara dritað út svona, ég er alltaf að fá eitthvað. Ég er vissum þetta sem svona 40-50 skilaboð sem þau bara spreða í allar áttir, fleiri löggur, hækka barnabætur, hækka ellilífeyri, lækka skatta. Og mentamálin sem að virka mjög ósannfærandi á mig því ég hef ekki skynjað neitt áhuga á mentamálum frá sjálfstæðisflokknum í síðustu ár. Hvað er að segja núna? Hvað er að segja mentamálin? Það er bara svo margt, þeir vilja breyta kerfinu en svo er kannski svolítið óljóst hvaða breytingar þeir vilja gera. Já, þeir segja að þurfi ekki fleiri kennarar, það þarf ekki meiri pening, þetta er dýrasta menntakerfi í heiminum. En vilja ekki bara engar einhverjum. Þannig að það bara reka það öðru sig. Já, þetta er bara ekki rétt. En mér er svo áberandi samt einn hópur sem er algjörlega ekki með hjá sjálfstæðisflokknum í þessari kosningabaráttu og það eru svona sjálfumglaðir susarar að gefa ungu fólki brennivín. Hvar eru þeir? Þeir eru kannski eftir að láta sig
sér kveða. Ég hef ekkert séð þá, en þeir venjulegast eru á sérstaklega sjálfstæðisflokknum gengur vel, það er alltaf eitthvað svona sjálfumglaðir, svona ungir sjálfstæðismenn að gefa öllum bjór. Nú þurfa þess ekki, krakkarnir eru bara á netinu að panta sér bjór. Já, það er ekki eitthvað fínt lengur. Að sko, er þetta ekki bara búið? Það voru okkur ungliðaböll helgina, allavega myndað Sigmundi Davíð að dansa á okkur ungliðaballi Miðflokksins. Þessu misti ég af. Mikil sveifla. Þessu misti ég af. Hvaða músík voru að hlusta? Ég setti ekki, það var svona slögt á hljóðinu. Já, bara áhuga hvort það væri svona harmoníkutónlist eða? En þessir ungu sjálfstæðismenn með áherslu á menn, þeir eru í Miðflokknum. Er það ekki? Þeir eru allir í Miðflokknum. Ég skynja það kringum mig, þessir ungu menn þeir aðhyllast þessa stefnu Miðflokksins og ég velti fyrir mig hvers vegna. Hvaða stefnu Miðflokksins? Hver er stefnu Miðflokksins? Já, mér sýnist þeir vera ósammála það sín á milli, þannig að ég veit það ekki alveg. Sem óanaður ungu maður þá ætti ég að vera í Miðflokknum. Nei, en ég erfitt með áttum með hvar þeirra svona, það geta sprottið framboð sem að gera algjörlega bara út á óánægju. Og það er náttúrulega mjög þægilegt að geta haft bara hendistefnu með það að reyna að sikta bara á þá ef það eru einhver miðaldra kallmenn sem eru óánægðir. En fólk er óánægt, það var ASÍ en alltaf vitni í þetta. ASÍ gerir könnun og ertu sáttur og ósáttur við þá stefnu sem að landið eða samfélagið að fara og 69% segja nei, ég er ekki satt við það. Þannig að það er gríðarlega óánægja með landvegis stjórnarstefnuna. Það er spurning hvort að sé Miðflokks auglýsing að stela Diego, hann kettinum úr skeifunni. Heyrðu, guð minn góður, They're eating the cats, they're eating the dogs. Það var fólk að koma í Bíóparadís í allan dag að leita þessum ketti af því að hann sást síðast í strætó fyrir utan Bíóparadís. Ég er með 2 hunda. Ég er að fylgjast með þessu, sko. Ég er með 2 hunda í bíóinu, sko, þessa dagana. Það er svona, ég tek tíkina mína með og svo er rekstastjórinn að passa lítinn púðluhund, agalega sætan, svona maltíshund. Og ég sagði alla sem voru að leita kettinu, sko, það er engin köttur hér, því að honum væri nú ekki óhætt hérna innan það er ekki köttur hér lengur. Ekki lengur. En ég er bara að spá hvort að Miðflokkurinn sé að stela kettinum. Það geta alveg verið. Það er að tala unga... Til þess að segja að það sé ykkur útlendingar sem hafa tekið. Það er að tala unga karla. Ég var að kynna að Oddný ætlar að tala við fólk úr MR. Og það er að gera svona skuggakosning. Og fá krakkandir að kjósa. Og þar, samkvæmt okkar heimildum að þá eru 4 flokkar sem að fá í aðlatkvæði og það er Samfylkingin, Viðreisn, Miðflokkurinn og Sósíalistar. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki til í MR. Það hefði nú þótt tíðir. Ég var nú í MR, rétt fyrir síðustu aldamót. Það var til það. Og það voru ekkert nema vel svona millistéttar lögfræðinga og lækna sinir og dætur af nesinu í MR og mér fannst þetta alveg það smáborgaralegasta umhverfi sem ég hafi komið í. Ég var alltaf að reyna að skipta yfir í MH, sko, þar sem að pönki var. En já, það hefði verið, sko, ég hefði haldið að þegar ég var í MR í útskrifast 97 þá hefði örugglega Sjálfstæðisflokkurinn verið með svona 60-70% fylgi í MR. En allir veist að tala um þetta með óánægjuna í samfélaginu, að við erum búin að lifa svo lengi í sko þar síðasta stjórn var kölluð innviðastjórnin. Er ekki rétt með farið hjá mér? Nei, það var þegar þessi var mynduð. Já. Það var svona hugmyndin að það var svona að byrja rétt úr kútnum efnahagslífið, að nú ætlaði ríkisstjórnin að fara að eyða í uppbyggingu innviða. Sú kosninga bara það gekk út á kjóstu mig og ég skal við skulum rétta kúrsinn með það sem aflaga hefur farið í innviðum. Og svo var ekkert að því gert. Og síðan sko þeir sem að kusu VG til þess að reyna að bóla hægrimönnum frá sátu síðan uppi með Bjarni Ben sem forsætisráðherra. Ég held að það sé rosalega mikið af sko óánægjuröddum sem eru bara orðin svo vonlaus með að það skiptir nokkur máli hvað þú kýrst. Ég held að fólk sé í alvörun að kjósa taktist. Það er stundum sagt að kýs enginn taktist. Ég held að fólk sé að gera það núna. En sem betur fer, ég hef aldrei skilið af hverju maður ætti ekki að kjósa. Ef það er eitthvað sem ég gerir taktist, þá er það að kjósa. Eða
ef það eitthvað sem taktist, þá það pólitík. Það sjálfsögðu. Og ætti að vera fullkomið frelsi til að vera eitthvað taktík. Já, en þá ég kannski... Hópast saman ég meina, hvað pólitík annað en eitthvað taktík? Annað en taktík, þannig að ég hef aldrei skilið þetta með að kjósa með hjartanu. Þú veist, ég vel með maka með hjartanu, en ég held að, sko, ef það eitthvað sem spilast taktist, þá séu það stjórnmál, sko. Kannski eftir að snúa sig við, velja maka taktist. Velja maka taktist og kjósa með hjartanu. Já. Góð hugmynd. Prófa það næst. Nei, en hérna að því að þið segir þetta með svik, þá það náttúrulega, ef eitt svíkur þá ekki allra svíkið það. Drífa Snædal hefur sagt þetta að með því að ganga inn í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum þá hafi Lofki ekki bara eyðilagt eigin flokk, heldur bara eyðilagt vinstrið. Já. Og ég hef sagt þetta að það bara erfitt fyrir fólk sem eru sósíalistar að hafa þetta yfir sér, sko. Að ég meina hvað, myndið ekki bara ríkisstjórn með síðan trist einhverju sem þetta er sósíalisti og hvernig endaði það? Endaði hryllilega. Já. Þannig að þetta ég veit ekki hvað sanngjarnt við það. Nei, og svo þetta alltaf þessi spurningum að vera stjórntækur og þú veist, geta unni með öðrum og að stjórnmál séu einhvers konar samvinna og einhvers konar diplomasía þú veist, eitt stig fyrir þig og hérna einhvers svona skipti dílar og það náttúrulega, í raunveruleikanum eru stjórnmál það og það þarf náttúrulega að horfast í aug við það, við getum alltaf verið með aðeinslega reyna sjálfsmynd en þú veist við erum samt í þessum skítuga heimi að eitthvað þú veist að reyna að víla og díla og einhverjum koma málum áfram og við þurfum bara að kjósa nógu mörg rétt fólk áfram og ég minna annars erum við alltaf að kjósa fólk til þess að vera kljást við einhverja kúkakalla. Ég held, þú veist, við erum að sjá afleiðingar þess að fólk kaus í góðri trú og fekk svo þessa ríkisstjórn sem að bara, þú veist, ég meina Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra í 7 ár í ríkisstjórn sem gerði bara ekkert sem að var vinstri né grænt. Nei. Það bara, og hún var forsætisráðherra í fyrra og þá var þjóðarmorðið byrjað á Gaza og það var held ég síðasta hálmstráið fyrir þennan hóp fólks. Það var bara, ok, jú, hún að gera málamiðlanir og kannski sjáum við ekki allt frábæra sem að þau að gera en svo var þetta alltaf bara þannig að það þú veist, það sama hvað þú kýst þú færð síðan bara eitthvað svona drasl bara Finn Ingólfsson alltaf, aftur og aftur og þess vegna eru allir og þau veit ekki eins og þessum palestínumönnum áheyrn sem voru að tjalda á Austurvelli þá er það bara alveg lágmark að fara og segja I hear you, skilurðu. Getur fólk bara farið fram í framboð á Íslandi og standa fyrir ákveð gildi og einhverja heimsýn og einhverja pólitíska heimspeki og farið svo bara og gert þetta. En þetta er það sem ég er að tala um, það er einhver aftenging. Ég held að stjórnmálfólk í dag sé ekki alveg átt að sjá allir þessum tilfinningum. Útlendingamálin skipta okkur máli. Við þýrum ekki það sem að gerðist á Austurvelli. Við munum þetta. Og þetta er bara ekki ok. Þetta er sagt að þá mann ég eftir fundunum sem að Grindvíkingar voru með henni í Laugardalsvöll. Hann afhjúpaði svo stórkostlega hvað er langt á milli stjórnvalda og fólksins. Því að sko fólki á gólfinu sem voru bara venjuleg Grindvíkingar voru alveg að tjúllast yfir því að fólki upp á háborðinu bara heyrði ekki hvað það vildi sko. En fólki á háborðinu eins og alveg við erum að gera þetta og við erum að gera þetta en þú veist, áttu þessi ekki á því að það var ekki að gera neitt af því sem fólki var að byggja en tölduðu bara einhvern veginn að samfæra hvort annað þetta verið góður aðgerð. Einhver fullkomin gjá, ég er stundu verið að hugsa þetta núna mér finnst þess að það sé bara, og jafnvel ekki bara á Íslandi en eins og það sé bara myndast eitthvað ástand sem maður mætti kalla siðrof. Það er bara eitthvað rof á milli stjórnvalda og eitthvað svona stjórnandi stórfyrirtækja líka og eitthvað svona og það er bara eitthvað mikil gjá á milli almennings og almenningsálits og þessa fólks sem að bara einmitt gengur snum og segir já en við gáfum þetta og við gerðum þetta eitthvað sem enginn var að biðja Já, Bjarni var alltaf að segja að Íslandingar hefðu aldrei haft það svona gott og það væri kaupmátturinn væri svo æðislegur Já og það er þetta slá ryk í augun á okkur bara við erum ekki að virka lengur Orður eru göldrótt og ég held að Bjarni náttúrulega kann þann leik rosalega vel að hann skilur hvernig galdurinn er og hvernig þú sko setur svona fylgjaði bara álög bara eins og við vitum ljóðskáld vita þetta og Bjarni veit þetta og Bjarni er bara bestur í því En hann væri bestur og hann væri Sjálfstæðisflokkurinn með 36% fylgi en hann er með 14%. Hann er ekki í þessu fyrir það, hann er bara í þessu fyrir sig og það sem að mér finnst sko ég myndi segja ef ég ætti að lesa svona þá skák sem að Bjarni er að tefla
þá það sem forvitnilegt í því fyrir hann hversu fá atkvæðan getur fengið en samt ráðið öllu. Það hlýtur að vera ótrúlega gaman að vera sko þegar 80% samfélagsins villið ekki að þú sért samt með öll spil á hendi. En heldur það sé þannig að núna horfa aðri flokkar á stöðuna og VG bara út úr það þarf að gera eitthvað stórkostlegt kraftaverk til þess að það komist á þing. Þau eru búin að mælast utan þing síðan í maí. Þannig að það eiginlega verið bara eitthvað stórkostlegt sem þarf að gerast til þess að komist inn. Líklega rétt skríður framsókn inn á þing. Og þetta eru flokkarnir sem að unnu með honum sem að tóku þátt í að hefjandi valda. Heldur aðri flokkar muni? Björt framtíð. Hún döð. Hún steg fram og bauðst til þess að Óttar Proppé bauðst til að leggjast á sverðið fyrir áframhaldandi líf Bjarna Benediktsson í pólitík og í kjölfarið þurrkaðist sá flokkur út. Eftir að spillingarmál tengd Bjarna felldu ríkisstjórn þá kemur Katrín Jakobsdóttir og til að leggjast á sverðið fyrir framhaldslífa. Hann skipti mörgu sinnum ráðuneyti líka. Ég bara hver er að kemst upp með þetta? Eftir að sjá hvað hann gerir næst. Haldið þið alveg að einhver flokkur geti sagt, komið til sinna félaga og sagt, heyrðu, ég held að sé bara sniðast að við gerum bara Bjarna fjármálaráðherra. Mér fannst það óskiljanlegt þegar Óttar Proppé gerði það. Mér fannst það óskiljanlegt þegar Katrín gerði það. En heldur að Kristrún gerði það? Ég sé ekkert í því fyrirstöðu, ekki með, eða skilur maður bara, ef maður byggir á reynslunni. Það getur alveg vel verið. Hvað var ekki einhver könnun sem kom út í dag sem sagði að 40% vilja Kristrúnu í fjármálaráðherrann, var það ekki? Kom það ekki fram í dag? Ég held það. Já. Og hún hefur svona fært sig í áttina, hún tók samfylkinguna svolítið í áttina að Bjarna Ben til að reyna að halda þessu á flugi. ESB, hún ítti burtu uppbóð á kvótanum. Hún steg svona með þessi innflytjendamálum, tók undir þetta talans. Já. Þannig að það var eins og væri að undirbúa flokkinum að fara en hún reiknaði náttúrulega ekki með því að sjálfstæðisflokkurinn væri bara á nose diving. En við erum alltaf svo vöndi á Íslandi að taka bakföll af textlun bara daglega út af einhverjum stórkostlega fáránlegu að ég bara trúi öllu. Já, við eigum að vera viðbúin öll. Já, ég er alveg bara, þú veist, bara vera með báða skó reimað á mig og bara, hér getur allur anskotin gerst. Búin að pakka niður. En nú stígur Sigur Ingi fram og ég held að hann sé í sjónvarpinu í kvöld að tala hvað hafi nákvæmlega gerst í þessu samstarfi og það hafi verið sjálfstæðisflokkurinn sem stóð í vegi fyrir allri uppbyggingu og Ásmundur Einar Daðason hefur sagt það sama að þá sem dreymir og eru að reyna að vinna þessar kosningar út á það eins og Viðreisn og Samfylkinga þeir ætla að byggja hérna eitthvað upp það er ekki hægt með sjálfstæðisflokknum þeir eru á móti því og það eru þeir sem eru þvælast fyrir og hafa gert það voru þeir sem stóðu í vegi fyrir öllu. Já, en svo er líka alltaf að tala að það verða að vera 3 flokka, 2 flokka stjórnir og ég skil það bara ekki. Þú veist, mér finnst bara að það hlýtur að vera hægt að mynda bara breiðfylkingu og skilja þessa klíku þarna út undan. Af því að þú veist, það hlýtur alltaf að snúast stjórnarsáttmála og málefni og eitthvað aðgerðir og eitthvað sem á að gera sem hlýtur að vera hægt að semjum. Og ef þarna spillingaröflin eru skilin út undan. Já. Hvað sér þið fyrir þér þá? Ég sé fyrir mér bara að það ættu allir að geta unnið saman. Nefna sjálfstæðisflokkurinn miðflokkurinn. En þarna nefnir það sem að mjög kannski vera það sem að skipti mestu máli eða ætti að skipta mestu máli er umræðum spillingaröflin. Að því að við höfum það er ennþá þegjandi samkomulega að tala aldrei spillingur. Og spilt fólk má aldrei snerta. Það er aðeins að bresta ekki þegar við erum okkur saman við nágrannalöndin þar sem að vegsemd sæti síns er meiri heldur en mannsins sem að situr í þeim og það var engin hreinsun ég sá fyrir mér eftir hrun að það hlyti að koma upp einhver svona þar sem að Alþingi í heild sinni og allir þingmenn þyrfti að gera grein fyrir því hvort að þeir hafi notið einhverja sérkjara hjá bönkunum sem voru svona múta fólki með því að eins og kom fram í skýrslunni
eins og kom fram í skýrslunni að það er bara allt sett upp á borð og við gætum bara ekki farið í kosning. Líka sem að fengu að skulda stórar upphæðir í bönkunum. Og Björn Ingi hefði átt metið þar. Og við hlytum að fara í einhvers konar sannleiks- og sáttanefnd með það til þess að geta kosið aftur, en síðan var svona samkomulag að gera það ekki og halda bara áfram. Það er alltaf þannig. Við tökum, eins og ég segi, við erum svo vöndi að vera yfir okkur hneyksluð, tökum einhver rosaleg bakföll og byrjum öll að prjóna og búa til slátur eða eitthvað og svo bara gleymum þessu. Já, en eins og ég framhaldi að því sem þú segir, akkur til dæmis fóru Vinstri græn ekki í ríkisstjórnarsamstarf við 3 flokka á sínu tíma heldur við Sjálfstæðisflokk og fólk talaði að það væri löngu ákveðið. Steingrímur Jóð og þeir sem eiga þennan flokk, þeir voru löngu farnir að halla sér í þess átt og sá þetta fyrir sér og þetta var umsamið og að því leiti byrjaði flokkurinn að vera spilltur áður en hann gekk spillingaröflunum á vald spillingaröflana því að hann var búin að ákveða alltaf að vera þessi flokkur. Þú eruð svona forista sem var alveg algjörlega sama hvað grasrótin sagði. Þau var bara alveg skítsama. Þau ætluðu að fara þessa leið. Þú varst bara ekki með. Þau hlustu ekki neina raddir og þau vildu ekki ræða við flokk fólksins og það var alls konar fólk sem var fyrir neðan þeirra virðingu. Já. Þannig að þetta var bara eina í stöðinni sem ég er bara ekki sammála. Píratar ekki stjórntækir og þessir og hinn og þú veist, það var svo augljóst að það átti aldrei að semja við neinn annan en kjölfestuna í íslenskum og fá að vera partur af þessari veislu sem að íslensk spilling er. En nú er landslagið bara svo allt öðruvísi, allir verða að tala saman. Flokkur fólksins gæti komið á óvart. Vægast sagt. En ég held að það hanska fyrir íslenska þjóð því að hún láti alltaf þessi ganga. Nei, ég held hún bara get ekki meira verið í áfalli alltaf. Fyrir svona bara meðal, fyrir svona 20 árum, 30 árum, að þá var samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins svona yfirleitt 60%. Í nýjustu könnun maskinu er það 20%. Þannig ég sé ekki betur en að þjóðin sé bara varpið svo af sér Ættu þau ekki bara fagna? Það er bara stórkostlegt, þetta er bara eins og laus úr álögum eða eitthvað, þú veist. Við verðum að sjá hvað kemur upp úr kassunum, ég þarf ekki að fagna fyrirfram, en þetta er stórkostlegt ef satt reynist. Þetta er ótrúlegt. En þegar við höfum samt svona lélega kosningalöggjöf sem að styður við kjölfestu flokkana. Hvernig þá? Þannig að segjum að þessi 7 flokkar sem að fá 4% hver að þá er komið svolítið duglegu partur af atkvæðum sem að bara fá ekki neina representasjónin á þingi. Sósíalistar fengu að kenna þessu, það hefði að fá 2 þingmenn síðast en fengu það ekki út af þessum háa þröskuld. Akkurat. Og við höfum stundum verið að benda á þetta er svona lýðræðishalli og miklu alvarlegri heldur en það að það sé ykkur 3 fleiri landsbyðar þingmenn heldur en þetta er bara svo stórt mál. Þetta er mjög stórt mál og ég hef bent á þingi 2013 sem hefur verið miklu skemmtilega að hafa 2 frá flokki heimilanna sem var út að saga og 2 frá líðri, Þorvaldur Gylfa hefði verið á þingi og alls konar miklu Ragnar Þór Ingólfsson hefði náðið á þing fyrir dögun hefði verið þing sem að endurspeglaði miklu meira samfélagið á þeim tíma þessi stað fengu rísa meiri hluta Sigmundar og Bjarna en það verður ekki tekið undir þetta sem við svolítið fyndum að núna eru VG og Píratar og ég fæl Framsókn byrja að snúa að þeim þeir hefðu betur tekið undir þetta þegar voru að benda á þetta það er ofta, þetta er svo típisk þú ert í skjóli eitthvað heldur sett svona seif og það er svona óréttlæti og svona sem ég er ekki beint við en svo kemur allt ína gott að þá, segi ég nú bara Herðu, en talandi svona stórsögu, þetta er náttúrulega rísa saga og kannski ég var að hugsa það einhvern veginn sumar þegar vorum að ræða þetta að alveg frá hruni höfum við raunverulega verið að sjá Sjálfstæðisflokki hrynja og þetta er bara nýr kafli í því hruni en svo er náttúrulega önnur rísa saga er náttúrulega að VG bara er ekki inn á þingi og þetta er saga sem hann er aftur til 1930 þegar kommunistaflokkur var stofnaður Já, það er svakalega. VG hætti bara að vera það sem þeir sögðust vera. Þau urðu bara þessi litla forista sem var alveg sama grasrótina og alveg sama hvað grasrótinni fannst og það bara kann ekki góðu, það er bara ekki mjög gott fyrir svona flokk sem byggist á grasrót og vinstra fólk lætur ekki bjóða sér svona. Nei, og að snúa svona þetta er ástríðmál, þetta er hugsunarfólk þú svíkur það ekki snúa svona herfilega og fara svona illa með tækifærin þeir voru með þetta stóra tækifæri að ég man ekki hvað mörg prósent þjóðarinnar báru trausti Katrínar Jakobs og sjáu þau hvernig var farið með það og svo bara ég hef farin í forsetaframboð reddi og svo bara hvað er að ykkur ætlið ekki að kjósa Katrínu? Já
Hún er svo hæf, já, ok, frábært. Hún er mjög hæf. Fyrir hvað hefur hún staðið? Bara mér fannst hún bara ekki eitthvað skilið. Mér fannst rosalegt þegar hún lýsti yfir hérna á bílaplæninu á Valhöll í afmæli Bjarnar Benediktssonar að Bjarni Benediktsson væri sko besti samstarfsmaður sem hún haft. Já. Eitthvað svona, þegar hann var komin í grænt ullarvesti til þess að passa betur við Katrínu, þetta var allt saman bara frekar óhugulegt. Þetta bara eins og einhver svona örsaga tækifærismennsku í pólitík, bara þetta versta sem að, þú veist, fólk gerir. Já, og hún er mjög hæf. Já, alveg frábær manneskja og ég er ekki að tala illa manneskuna. Nei, ég er að segja það, þú veist, en það bara, maður gæti ekki bara sagt, já, ok, Katrín sem forseti, þú veist, bara, nei, ekki á þessum tímapunkti, hún hefði getað beðið í einhver ár og gert það svo. Já, auðvitað, og hún vissi alveg hvað þetta þýddi fyrir flokkin sinn, í hvað stöð er hún að skilja eftir, þetta er eins og bara, þú veist, kveiki í húsinu og fara, skilur, þetta er bara svo rugglað. Já, maður finnur eiginlega til með Svandísi í þessari stöðu. Hún er sleggja og fínasta kona, algjör sleggja í stöðunum. Sammála því. Ég sé eftir henni. Ég sá aldrei fyrir mér að hún myndi gera þetta. Við varum oft verið að ræða þetta í sumar og svona. Ég sé alltaf, nei, Svandís mun ekki gera þetta. Hún bara átt að sjá því hvað þetta er. Þetta er algjörlega eitrað epli, sko, þetta er peð. Og þetta er líka, svo að þú gætir þetta, sko. Að þá er þetta bara sko 7 eða 10 ára þrótlaus vinna við að reysa þetta við sko. Þannig ég held að hún sé bara komin eitthvað allt annað. Þannig mér finnst það mjög skrítið þegar hún ákveður að taka þetta. Mér finnst það ekki skrítið. Ég ber virðingu fyrir því að taka slaginn alla leið og þú veist það. Hún er ekki slag, ég sé hana eiginlega aldrei. Já, en hún er hana og þú veist, hún reynir. Já, ég meina nú talaðu aftur bara eins og þau séu bara kommunistaflokkurinn upprisin en þú veist, maður er bara, já. Hvaða trúar þú er búin að vera twice, 3 times, með forsætisráðuneyti í 7 ár og það er hérna rjúkandi rúst og fólk er sko, það er neyðarástand á svo mörgum sviðum samfélagsins og það eru þessi frumvörp, bara þetta síðasta, þetta búvörulaga, eða þú veist, ég veit að það var framsóknarmaður, en skilur, þetta er allt. Þetta er ekki bara einhverju nokkri hlutir. Þetta er, þú veist, þetta er lagareldi, þetta er all umhverfisvænt. Þetta er bara heil sápuópera. Þetta er, þau skilja eftir sér sviðna jörð og það er ekki hægt að kenna bara sjálfstæðisflokknum það, sko. Já, minnstu kosti, þau hefðu þátt að sprengja stjórnina eitthvað ef þetta var svona og þau náðu engu í gegn. Fyrir svona 6,5 ári. Ég aftur að segja, hún var duglegur þingmaður hún Svandís. Við skulum vera bara hérna kurteis og góði krakkar. Já, ég er aðdáandi Svandísar líka. Skemmtileg manneskja. En þau eru með slagorðið við erum vinstramein og manni finnst það svona að býta af hverju voru það ekki vinstramein. Já, það er svolítið þannig, maður er bara svolítið svikinn og það er bara þannig. Já. Herðu, Píratar eru líka berið til lífið sinu. Þeir kom inn á þing 2013 þegar Birgitta stofnaði Pírata. Svolítið svona Píratar allstar í heiminum eru hægri flokkur, eða svona hægri anarkista flokkur. En þau byggu þetta til, þetta var svona stemming í samfélaginu með að hafa meira beinum þjóðaratkvæðagreiðslum annars slíkt og sem hefur kannski ekki verið í aftur mikil áhersla hjá Pírötum seinna. En síðan flyktist að flokknum svolítið svona vinstri sinnaður kjósendahópur og það hefur komið fram í þessari kosningaransókn sem hefur verið að gefa út að ef þú skoður kjósendunar þá eru Píratar vinstri flokkur. En eins og er stór hluti af fórustunni sem er ekki vinstri fólk og sumir eru bara argast að hægri eins og Helgi Hrafn og Jón Þór og fleiri sko, þeir eru bara hægri minni. Þórhildur Sunna er dugleg og kröftugur málsvari þessa fólks. Það hefur ekki staðið líka. Mér finnst hún bara eini sem að ég einhvern veginn tek eftir sem mér finnst bara mjög flottur stjórnmálamæður. Ég myndi vilja geta kosið hana. Hún er í suðvestri. Þú ert ekki þar? Ég er ekki þar og veit ekki hvort ég myndi kjósa Pírata en mér finnst hún eigi að vera það verið mikil eftirsjá á henni. Hafið ekki staðið líka vel með umhverfismálum, bara almennt? Jú, bara heilbrigði skynsemi. Mér fundist ekki vera margar raddir sem að ná því að sem sagt orðræðan og stemmingin, þú veist, þessi þrætubókalist og þessi þrátefli sem að myndast alltaf og þessar klesur sem eru notaðar. Það eru mjög fáir alþingismenn sem eru nógu eitthvað þess umkomnir að ræða málin af heilbrigðri skynsemi og detta ekki inn í frasana eða inn í hvað það kemur líka pressa frá flokknum að þú að halda einhverja línu og það er einhver hugmyndafræði að það séu átökum milli flokka og þú ert svona eins og í fótboltaliði
og þeir eru sagt hvaða setningum þú átt að droppa inn. Það eru mjög fáir pólitíkusar sem að... En Sigmundur Davíð segist nú vera með skynsemishyggju. Já. Róttæka, sko. Já. Já, hvað þýðir það? Hvað þýðir það eiginlega? Það er svolítið, ég held að það sé það sem Sigurður Pálsson var að tala um þegar hann sagði að stjórnmálamenn í Íslandi væri búin að drepa íslenskt tungumál. Það væri bara ónýtt og það væri ekki hægt að nota það lengur. En á hverju eru Píratar í vanda? Ríkisstjórnin eru hryllilega óvinsæl. Þeir voru í stjórnarandstöðu og allt í einu eru bara Píratar að berja til lífið sinu. Þeir eru tvístraðir og þeir eru með, hvað eftir slagu er það? Kjóstu öðruvísi. Það er ekki gott slag. Nei, það er svona eitthvað í loftinu og svo eru þeir einhvern veginn tvístraður sem hópur, sýnismanni. Já, mér finnst þess að Þórhildur Sunna sé þarna eins og þú segir, hún er sterk, hún er fljóta að bregðast við, hún er fljóta að mynda sér skoðanir og þannig virkar hún bara mjög svona stöðug manneskja á mig. Ég sé ekki neitt annan í flokknum og ég átta mig ekki á því hvar þau standa eða fyrir hvað þau standa eða hvaða málefni eru þeim ofalega, ég held að hún er svolítið eiland. Já, Andri Syngir, öflugur talsmaður loftslagsmála og umhverfismála. Hann er frábær. Hann er frábær, já, ok. Hann er í 3. sæti. Já. Hann er bara... Hann er engansins og þing. Það er þessi flati valdastruktúr Pírata sem er vandamál. Það er það. Já. Og ég er ekki mikið fyrir eitthvað hierarki en það verður að vera einhver ægi. Það lekur allt út. Já. Sko maður treystir Píratum til að vera óspiltir og það er það góða. Þetta er allt mjög velgefið, velmeinandi fólk sem er óspilt og manni finnst það bara fyrir að fyrst að vera bara svona ferskur andblær inn í íslensk stjórnmál. En svo er þessi flati valdastruktúr verður til þess að það er engin ægi og það lekur allt út. Svo, þú veist, núna rétt fyrir kosningar það að Atli Fanndal hafi lent í þessari rimmu við og verið rekinn og þú veist, það var alveg rosa turn-off, sko. Já, ég held að það geti verið að hafa einhver áhrifin að sú rimma, hún var eitthvað svona toxic eitthvað. Einhver átök, innri átök. En er ekki, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að ástandi í íslensku samfélagi er svo miklu, miklu verra heldur en við viðurkennum eða horfumst almenn í augu við. En undir niðri þá vitum við að ástandið er mjög slæmt. Ástandið og húsnæðismarkaði, ef við tökum bara heimilisleysa í Reykjavík. Já. Þú veist, heilbrigðiskerfið, geðdeildirnar, meðferðarúrræði fyrir ungmenni. Skólakerfið. Geðheilbrigðismáli. Dælt í það peningum. Og þessi stór aukna misskipting. Það er engin af þyrlum landhelgisgæslunnar sem er flughæf í dag til dæmis. Var í 14 áður. Þannig að þegar sko ástandi er þetta slæmt að þá finnst okkur það að kjósa Pírata er eitthvað svona, ok, þau eru ekki spilt en þau ekki eftir að finna út úr því að lagfæra neitt. Þú ert að segja að þau séu svona nice to have en ekki must have. Nice to have, ekki must have. Að stefnumálin er ekki skýr. Það er fínt að hafa Píratana þegar allt er í svona aðeins betra standi, þá getum við kallað á. Það er alltaf fundum heimsbyggi eða eitthvað. Ef þetta er gott partí að þá er ekki bara sniðið að kjósa eitthvað öðru sér. En þau hafa barist fyrir heilbrigðismálum og þau hafa talað mjög til vinstri bara í innviða uppbyggingu og réttlátari skattheimtu, nota skattkerfi sem jöfnunatæki og allar þessar hluti sem við erum að tala við erum alltaf að vakna upp við það að það er þessi misskipting, þú veist, það er allir að furða sig á þessu bilaða ofbeldi sem við erum að upplifa. Það er misskipting. Það er bara, fólk hefur ekki aðgang að heilbrigðisþjónustu, fólk er fátækt, fólk er desperat og það eilur á sér brjálað ofbeldi. Og fólk með geðrænan vanda og svona getur ekki leitað til neins. Það er rosalegt bara réttlætismál. Já, og það dregur heilu fjölskylduna með þeim niður í einhverju örvæntingu. Þetta er bara þriðja heims ástand. Já. Þú sér þetta í þriðja heims löndum, það sem er svona random ofbeldi. Við erum líka þriðja heimsland. Svo bara hlustum við okkur möntru, ríkasta þjóð, bla bla bla, þú veist. Við trúum þessu kannski ekki lengur. Nei, við besta vatnið, ríkasta þjóðin, ok. Píratar hafa alltaf talað fyrir réttlátari skiptingu og gegnum að tala mót spillingu og tala þau voru meira að tala um spillingu og ákvarðan sem tekna með réttum hætti. Já.
En kannski treystir fólk ekki Pírötum til að taka og vera svona alvöru og ekta. Maður heyrið alltaf líka þau séu ekki stjórntæk og svona, ég held að það sé samt svona afvegaleiðing hægra fólks. En þau eru góð gagnrýnisrödd til að hafa það og tóku þennan vinstri málflutning þegar VG bara kúplaði þessu út og fór að tala eitthvað annað. Algjörlega. Bergsteinn í forystusætinu, Sigurðsson, spurði Þórhildi Sunnu, er þið ekki svona flokkur sem að fer inn í leigubíl og segi ekki alveg hvert hann er að fara en hafið svona rosa skoðanir á því hvernig hann keyrir. Það var það að þeir væri ekki með svona einhvern veginn, var ekki alveg víst hvert þið vilja fara en var alltaf að gagnrýna hvernig ákvarðanum teknar. Þau ætti kannski bara að vera þingforseti. Pólitísk heimspeki. Stjórnaði sem fundarhöldum þannig að þetta verði sér rétt og gagnsætt. Það sem ég finnst stærsta mysterían í þessari kosningabaráttu Viðreisn. Já, ég ætla ekki að koma því. Af hverju hefur Viðreisn að vaksa svona? Því að sko Viðreisn alveg 100%. Já, en sko Viðreisn er hægri markaðshyggjuflokkur sem ætla fyrir enga muni að hækka skatta á nokkuð, ekki á ríkasta fólki, ekki á neitt, helst bara að lækka þá, bara helst láta á hverfa. En ætlar á sama tíma að stórefla velferðarkerfið og þá sérstaklega geðheilbrigðisþjónustu og gera alls konar hluti og er með fólk innanborðs, eins og Jón Gnarr sem segist vera sósíalisti. Fyrir mér er þetta bara einhver vúdú hagfræði. Segist Jón Gnarr vera sósíalisti? Hann er sósíalisti og hann er í Viðreisn. Það er sósíalistir í kosningu, sko. Það er mjög fáir milli kosningu. Hann segir sko í hjarta sínu vera sósíalisti en hann trúi á frelsi einstaklingsins en ég held samt að þetta frelsi sem Jón Gnarr talar er svona frelsi til að fá sér tattoo eða skipta nafn og svona. Frelsi sem að Viðreisn er að tala er frelsi til að eiga peningarna sín í friði fyrir skattu, fyrir kannski er Jón Gnarr ekki búin að frétta því. Ég ber virðingu fyrir þessu stefnumáli. Sigmar Guðmundsson, hann var í pallborði að ræða það allt sem þurft að gera fyrir innviði landsins og heilbrigðiskerfið og þeir voru svo opnir fyrir einkavæðingu. Og þá fer einhver frá Vinstri grænum örugglega að gagnrýna það fyrirkomulag einkaaðilar séu og hann segir, já það má bara setja þak á arðgreiðslur og setja þak á þær og ég hugsaði með mér, hvað er að þessu manni? Af hverju finnst honum það góð hugmynd að okkar dýrmæta skattfé, þar sem við teljum hver einustu krónu sem á að fara í heilbrigði okkar eða barna eða úrlinga eða geðveika og það má fara í vasan á einhverju ákveðnu marki. Þú veist, af hverju eigum við svona mikinn peninga, það má fara í vasan á eigendum einhverja fyrirtæki. Það sem að Viðreisn er að gera, þeir eru að lesa salin. Þeir lásu salin rétt. Þeir eru að setja mál á dagskrá sem skiptir ungt fólk máli. Ég held að fylgi þeirra komi frá ungu fólki og geðheilbrigðismálin eru miklu stærra mál heldur en nokkur flokkur átta þessu á. Þeir eru að uppskera. Og þeir eiga skilið vegna þess að þeir lögðu inn vinnuna. Þeir hafa verið að leggja rækt við málaflokkin og talað hann í langan tíma. Geðheilbrigðismálin er ég að tala um. Hvað er að leggja rækt við? Þau hafa sýnt málefninu áhuga, þau hafa oft, þetta er ekki eins og með menntamál sjálfstæðisflokksins sem er svona bara nýtt og poppar upp og maður svona En eins og með, ég bara hugsaði en þau eru bara að lesa salin rétt. Aðrir mega að gera það líka. En hvernig, ég bara skil ekki, þú veist, einkaaðileg svo rosalega klári í rekstri að þú getur rekið þetta betur, búið upp á betri þjónustu og átt til að setja í vasan. Þú veist, ég bara... Nei, en það er það ekkert, við vitum alltaf að það er ekki þannig og þetta er náttúrulega kjarni spillingarinnar þegar við erum að tala ef að það sé hægraði að því að eitthvað sé rekið en ég meina síðan opnar þessi engareknu sjúkrahús sem eru til í dag og þau eru farin að borga sér mörg 100 milljónir í arð bara á fyrstu metrónum. Og þau eru með einn viðskiptavin sem eru Sjúkratryggingar Íslands og þú veist haldið að verði samkeppni í mjaðma aðgerðum á Íslandi að verði svona alls konar fyrirtæki að bjóða í þetta verður alveg ekki. Þannig og þar er það bara og svo þegar maður sér skiluru eignatengslin og krossegnatengslin og tengingin inn í tiltekna stjórnmálaflokka bara á ættartengsl og eitthvað, þá er þetta bara svona einum og augljóst. En við getum hugað okkur við það að þetta kannski er það þetta sem er að drepa sjálfstæðisflokkin, en kannski er þetta hægra fólk sem er að flikja sér á Viðreisn. Og þau að minnst okkarstu tala fyrir Evrópusambandinu, ég held að það sé líka að þjóna þeim. Ég held að sé meira af samfylkingarfólk að kjósa Viðreisn.
Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Alveg 100%. Þetta óskastaða fyrir Viðreisn að samfylkingi bakkar út úr Evrópumálinu, það eru háir vextir og efnahagsmál til umræðu og þar með ætti að fljóta eitthvað svona Evrópufylgi til þeirra. En það sem að þú ert að segja Hrönn er að þetta er flokkur sem að segja þetta hægri í það að vilja ekki hækka skatta en vinstriði auka útgjöld. Þannig að þetta sé eiginlega uppskrift að einhverju stórkostlegasta halla á ríkissjóði sem að sést hefur. Nema að eina sem að þau koma með á móti er að þeir ætla að selja ríkisigur. Þeir ætla að selja bæði Íslandsbanka og Landsbankan, þeir ætla að selja alla ríkisjarðir, selja öll hús ríkisins og þeir ætla bara að fara út í stórkostlega eignasölu til þess að geta efnt þessi loforð. Hægra megin við ætlum ekki að hækka skatta á ríkafólkið og vinstra megin við ætlum allavega að læra geðsjúkdómana sem þeir eru með út á óréttlætinu í samfélaginu. En verður þetta þá ekki bara þannig að þeir selja allar eigur ríkisins til þess að geta leigt þær aftur af vinnum sínum? Þú veist þetta Ég meina að við erum búin að sjá þetta gerast til skólana. Þú veist, þeir bara mikluðu allir og var ekki haldið við og ekki neitt af því að þeir voru, öll bæjarfélögin voru búin að selja skólana og svo áttu ykkur eigna menn skólana og rukkuðu leigu og gerði ekkert viðhald. Krakkar voru bara með, þú veist, í regnkápum í skólastofunni og stífvélum að því að lag líka mikla í húsnæði sem að Reykjavík borg á líka. Já. Það er ekki bara einkahúsnæði mikla í. Nei, ok, miklan var bara svona, það var bara svona auka. Miklan er allstar. En ég veit að í nokkrum skólum sem voru seldir var þetta hefur valdið því að til dæmis að NHS í Bretlandi er að kóðnað innan vegna þess að það er orðið svo stór hluti af útgjöldunum sem að fer í húsalegu sem að rennur svo bara út úr kerfinu og Bjarni Ben hefur verið að þessu, hann skattinn, leigja hús hérna niður í Borgartúni, selja hérna á Laugaveginum og ég reknaði út að skatturinn borgar húsið á 8 ára fresti. Leigan er svo há Þetta er alveg dásamlegt tækifæri fyrir fjárfesta þetta. Hann er bara save for life og svo er þetta náttúrulega þannig með bankana líka, við vitum alveg hvernig það fer það er náttúrulega bara stórkostlegt fjárfestingafyrirtæki og hérna svo fáið þetta allt í fangi eftir. Þú fær bara svona tryggan leiganda sem getur ekki farið neitt annað, þú bara borgar, þetta er bara cash cow. En akkur haldið að Viðreisn sé ekki spurða þessu? Ef þetta er svona augljós skalli svolítið í Mér langaði næstu að hringi hann Sigmar og spurja hann bara, hvar í veröldinni er líka hagnaðardrifin heilbrigðisþjónusta góð? Því að þú veist, nú er ég búið í Bandaríkjunum og þetta var alveg þannig að maður fekk, ég las náttúrulega New York Times og alltaf og það bara ákveði hverfi í Harlem sem er við hliðin á þar sem ríkasta fólki býr en fólki sem býr í fátækasta hluta Harlem það er alltaf Medicaid því að það hefur ekki efni á tryggingum en þar eru spítalarnir þeir eru allir einkareknir og í innbyrð samkeppni þeir eru allir með svona ógeðslega dýra skanna svona kattskanna og hinn á þessa skanna og að því þeir eru í samkeppni þá ef þú tjekkar þið inn á svona spítala þá verður að fara í öll möguleg próf að því þau þurfa að borga upp tækin og svo fær ríkið reikningin og svo líka svo mikið nýgengi á sykursýki 2 á henni sykursýki fólk er að greinast með þetta bara upp úr 20 og í stað þess að gefa fólki kannski bara tíma í ráðgjöf í næringar fræðslu að upplýsa þau sjúkdóminn og hvernig er hægt að halda honum í skefjum sem kostar $60 þá voru spítalar að bíða í 5 ár og bíðahangtilegir gátu aflimað því að þá er þetta rukka ríkið nokkra milljónir. Wow. En þú veist, þetta er hagnaðardrifið, þetta er vestrekna heilbrigðiskerfi heims og mér er svo skrítið að við séum að tala að við viljum hagnaðardrifin fyrirtæki inn í okkar því að þú veist, í fyrsta lega það er náttúrulega engin samkeppni það er ekkert annað spítali en svona að keppa við þig. Nei. Og þú veist, og svo ertu með fólk sem er með það yfirlýsta markmið að greiða sér arð þó að, þú veist, hann vilja setja þak á það undir pressu. Já. En já, svo er þetta líka fólk á Íslandi fer að því að það er svo mikið vonleysi í málaflokknum fólk er tilbúið í allt hreinlega þú veist, það er þess vegna sem þetta fylgi er til komið. Hvernig í fjandanum ætti þetta vera betri staða fyrir okkur? En svo er þetta líka stutt kosningabarátta þannig að hún er kaotísk, það er engin dýpt í umræðum, þú veist, það er ekki hægt að þráspyrja og það er engin dýpt í þessari baráttu. Ég er enda mjög fegin að hún svona stutt af því að þóttum var lengri ef þú sér forsetakosningarnar í Bandaríkjunum sem standi 1,5 ár það
þýðir ekki þessi meiri dýf. Það hjálpar ekki. Nei, maður vonar það kannski. En hún er nógu löng til þess að það leit út kannski í sumar. Ef við hefðum sittið hérna í haust, þá hefðum við kannski talað að líklega vera bróhjákvæmilegt að útlendingamál verði í kosningamálið. En það hefur ekki orðið. Hún var nógu löng til þess að einhvern veginn komi ljós að þetta mat Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins og þetta væri aðalmálið og sumrindi Flokksins reyndist bara rátt. Alrátt. En það erum við bara... Það fallegt. Ég elska Ísland þegar svona kemur í ljós. Þú veist, við erum bara lítikt innflytjanda samfélag. Þú veist, hvað eru 80.000 sem eru verðlindi börgi brotin hér. Þú veist, mín fjölskylda er blönduð og þú veist, þín fjölskylda er blönduð. Þú veist, þetta eru vinir okkar og þegar það fer að stað útlendingaandúð, þá er verið að særa vin okkar og fjölskyldu. Og það er þess vegna sem þetta gekk ekki upp. Grafundan öryggi. Það var líka svo fáraleg tölfræði og hún takk Karen Kjartans fyrir að draga þetta svona fallega, mjög skýrt og skilmerkilega fram. Þetta var flott. Mjög, og mér fannst eiginlega bara þá að þagnaði eftir þetta. Það var bara, við erum að tala hérna örfáa aðila. Já, það er náttúrulega, og það hefur alltaf verið líka málið, þú veist að þeir verið að ráðast gegn útlendingum og það hefur látið eins og að það séu allir þessir útlendingar, eitthvað 15% þjóðarinnar séu hælisleitendur, þú veist, það eru kannski einhverja 5 örvæntingafullar manneskjur, þú veist, en allir hinir eru bara erlend vinnuafl sem kemur frá Evrópu og það er bara allt með fullu leyfi frá Sjálfstæðisflokknum og til þess að halda niður launum í ferðaðina og svona skapa ódýr störf og allt þetta skilur. Það er náttúrulega miklu meiri umræða en munið eftir því þegar voru forsetakosningar og það fengu allir svona rosalega svona beitta spurningum hver þeirra afstæða til Palestínu, þjóðarmorðsins og Gaza veri. Munið eftir því að nei, ég mani, hvar var það? Nei, bara þú veist frambjóðendur til kosninga, þeir þurfti alltaf að svara og það var eiginlega Halla Tómas sem var svo eina sem þorði að segja upphátt að þetta væri þjóðarmorð. En hafið tekið eftir því að stjórnmálafólk hafi verið spurt að þessu? Það sleppur alveg. Já, það voru nú einhverju fundir í skólum, og það var svolítið skemmtilegt að það var einmitt á lýðræðisflokkurinn og miðflokkurinn sem að þorðu ekki einu sinni á þannig viðburði þar sem að allir á fundinum vilja heyra þig viðurkenna að þetta sé þjóðarmorð að þá gátu þeir ekki einu sinni sagt það. Það var Sigríður Andersen sem er í framboð fyrir miðflokkin, var á fundi í háskólanum sem að stofnunum alþjóðastjórnmál eða hvað hann heitir var með og hún fór að andmæla því að þetta væri þjóðarmorð og uppskar svolítið pú í sannum. Hún var alveg að höra á því, alveg auðvitað það sem alþjóðadómstóllinn segir eða... Já, ég meina sem er bara snart, það er bara tröppistar. En þar kemur pínu taktikinn hennar. Hún fer í þessa ljónagrifju og segir einhvern veginn bara að það skipti ekki máli hvað það segir ofta að séu þjóðamál, það gerir það ekkert að þjóðamál og þetta er ekkert þjóðamál, það er bara að verja sig og skilur bara talar sína mjög, þú veist, mér finnst svona sturluð orðræða en er svona hennar, hún er svona pró-Ísrael og pró-síunisti í svona svipað eins og Bjarni Ben. Tjáir sig það, uppsker púið og fer heim með fórnalams tilfinninguna og það er svolítið taktikinn sem maður sér hjá populistum oft, eða þú veist, ætlum ekki að fara eitthvað að segja miðflokkur sé populistaflokkur, en þetta er einhver svona ákveðin taktík sem maður sér hjá miðflokknum er að koma og halda fram sínum hræðilegu skoðunum, uppskera pú og fara heim og segja sjáðu bara, þetta er bara pú á mig, þetta er bara vont fólk. Og þá koma hinir sem að finnst einhvern veginn ósanngjarnt að þessi vera pú á þá og segja já, við skulum kjósa þig. Mér finnst nefnilega Sigríður Andersen það svona, ég var með henni í listaháskólanum að tala um listur og menningu og þá svona gustað af henni. Og hún var svo glaðbeitt í sínum hliðarveruleika að hún elskaði þetta og það er eiginlega það sem að svona populistar Sigmund Davíð svona líka, hann er í einhverjum hliðarveruleika og það er allt frábært. Hann hefur, það er engir og það er ekki þetta fórnalam sko, það er meira svona ég trú ekki á listir og menningu. Sagði það? Já. Nei, ég menna, hún sagðist ekki, hún var ekki alveg þannig en hún sko var mjög örugg, sjálfsörugg í sinni. Þetta er að tala um miðflokkinn, ég hef verið að hlusta á auglýsingar og ég heyr ekki betur en að Sigmundur Davíð sé að segja það að við höfum einhvern veginn haldið upp í samfélagi hér í 1150 ár. Miðflokkurinn? Nei, Sigmundur Davíð. Og núna 30. nóvember er úrslitastund. Þetta sé kosning framtíð landsins. Þannig ef að þið kjósið ekki Sigmund Davíð þá er Ísland eins og þið þekkið það
frá 1100. Og ég er svo veik fyrir drama. Þetta er beint upp á playbókinni hans Trump. Playbókinni hans Trump. Já. En mér heyri ekki betur en að segja þetta. Þetta er mjög margt af því sem að þessi flokkur og hans fólk segir er bara þýðingar. Þau bara liggja yfir alls konar því sem Trump hefur sagt og Trump fólk. Já. Og er bara að segja eins og þetta virkar ekki alveg inn í íslenska veruleika. Ég vonaði séu að koma í Bíóparadís og horfa á The Apprentice. Hafið þið séð hana? Nei, mjög svo sjá. En ég ætla að koma að sjá hana. Hún er í bíó, krakkar, þið verða að sjá þessa mynd. Þið verða að sjá þessa mynd, af því að þetta er sko svo góð svona supervillain origin saga. Þarna sjáum við bara þetta fyrirbæri fæðast sem er Trump. Og þetta er náttúrulega bara fólk, en það verður til og það verður að þessu fyrirbæri sem þetta er alveg heillandi, sko. Já, ég horfði á einhverja mynd J.D. Vance, heitir hann það ekki? Ó, guð. Á Netflix. Þá er hann svona... Það var byggt á endurminningum hans. Já, þá er hann svona... Myndina sem hann gerði sjálfan sig. Já, hann er svona hérna þetta er allt svona með svona ævintýrablæ. Hann er svona gimsteinn í mannsorpinu, svona einhvern veginn. Já, jú, hann er svona heilbilly, gimsteinn og hefur barist svona fyrir, þú veist, lífi sínu og lífi síns fólks og er núna komin bara, þú veist, á stóra sviðið. Og þrátt fyrir að vera úr svona subklass í Bandaríkjunum. Og ef þú ert fátæk, það bara dríður úr þér fátæktir. Já, einmitt. Ég gerir það. Já, getur bara unnið upp úr þessu og stöndur saman. Það vinnur rosalega með honum einhvern lýsaði þannig að það vinnur svo vel með honum sem sagt gamall kennar hans á háskóla sem sagði að það vinnur svo vel með honum hvað hann væri sko mikil prinsipmaður en hvað hann þetta auðvelt með að skipta prinsip. Hann er alveg saman hvað prinsipin er, hann er mikil prinsipmaður. Það er samt fólk sem kýs svona menn. Hvaða fyrirbrigði er Sigmundur Davíð og Miðflokkurinn? Trump, það er svona tilhjörn til þess að búa til Trump. Já, alla á svona sundrungu og ótta og einhverju, Já, hann var á svo fítnissiglingu og svo fór hann í þetta verkmenntaskóla Flip og ég held alveg að partur af hans kjósendum hafi verið bara, þetta er líka maðurinn sem er í... Hann var byrjaður að falla aðeins. Já, en hann munið eftir manninum í sikkurum skónum sem var að tala við ímynda fólk á hótelherbergjum og þú veist, og þá er allir svona, hann er líka þessi típa og hann hvarf stundum og kom aftur með svona dökka bauga og það var alls konar svona sögur fyrir utan allt fylliríð. Þessi skrítið. Ég held að þetta fæli ekkert frá. Alls ekki. Það er kannski einhverjir þarna sem voru bara, fjandinn ég ætla að kjósa Miðflokkinn. Hvað var verkmenntaskóla Flip? Ég mista því. Hann bara grilla sér samloku, krakkar. Hann fór inn til að grilla sér samloku. Þetta eru mjög vinsæla samlokur hérna í Vaffermann. Pósterinn frá hinum frambúðunum, tekna yfirvaraskegg og eitthvað. Sagan er svo að það var fundur í verkmenntaskólanum og það sem að fulltrúi Miðflokksins kom frekar illa út. 3 tímum síðar kemur Sigmundur í svona hendarleiðangur með einhverju vinum sínum og vill fara og leiðrétta þetta og fara inn í tíma en færi það ekki og vísa í burtu og þá fer hann og krotar á svona plakut og kostingavarning frá öðrum flokkum og er hent út úr skólanum. En kannast ekki við að vera hent út. Nei. En sá sem hendur hann út, sitt að hendur hann út. Þannig að hann var svona aukarinn sem hann var aldrei þegar hann var í skóla. Svo kemur líka samloka við sögu og fleira. En mér langar í fullri einlægni til þess að skilja, þú veist, kjósendur og frambjóðendur. Og ég held stundum, af því að þú varst áðan að tala þetta samtal og diplomasíu og reyna svona hlusta. Ég held að það hafi aldrei skipt meira máli núna þegar landslægi er orðið svona fjölbreytt. Við verðum að vita hvað það er í raun og veru sem að fólk er að velja eftir. Hvað af málefni Miðflokksins er það sem skipta máli? Rosalega sammálaðir. Nei, og líka bara hvað það er hvað brennur raunverulega á kjósendum. Þú veist, ekki þessi bara eins og mér finnst líka að vera stjórnmálamenn í öðrum löndum eru bara eitthvað, þessir, hvað maður segir, fótboltabullur frá Ísrael, þetta voru bara saklausir fylgjendur fótboltaliðs þegar, þú veist, það voru myndbönd alla samfélagsmiðla þar sem þeim voru að segja, allir krakkar á Gaza eru dauðir og eitthvað, þú veist, og æsa upp fólk og berja fólk og ráðast á fólk og þá bara kom stjórnmálamenn og voru bara eitthvað, herðu við erum búin að handtaka alla þessa Palestínustuðningsmenn og greið fótboltabullunar áfram Ísrael og eitthvað svona og það er þetta sem að reytir fólk svo til reiði af því þetta er ekki almenningsálit
þetta er ekki almenningsálit í Evrópu og þetta er ekki almenningsálit hér og það er ekki bara Palestína, hún bara er svo skýrt dæmi þetta, en það eru öll þessi mál, líka þegar við sjáum þetta aukna ofbeldi og þessi fangi sem var sendur beint úr fangilsi þrátt fyrir að 3 ráðuneyti hafa verið vöruð við að þessi maður þyrfti meiri stuðning og hann væri hættulegur sjálfum sér og öðrum, að þá er hann bara sendur heim, bara bye hérna er úrbæinn og það er þetta samfélag sem ekki styður og ekki hlustar. Við þurfum ráðamenn sem bara eru tilbúin að hlusta og Þetta er alla greining þeirra sem er að kjósa Miðflokkinn sem þú ert með núna. Nei, bara allt fólk, þú veist. Sko, gerum ekki lítið úr fólki, kjósendum. Þú veist, það er það sem ég á við. Nei, og þessi reiði á internetinu sem segja stundum einhverja vitleysu og kunni ekki að skrifa og eitthvað svona, þetta er samt fólk og þetta er einhver hópur af fólki og ætlum við að leyfa Miðflokknum að ryksuga þau öllu upp af því að hann segir eitthvað sem þau vilja heyra eða ætlum við að hlusta á þau og reyna að tala til þeirra líka. Það er fólki sjálfsett einhver ákvörðun og það segir mér líst vel að hann er Miðflokksmann og kýsan. En það er náttúrulega partur af því sem er þessi óánægja bara hvað reynslan sýnir okkur. Við erum búin að reyna að kjósa hægri, búin að reyna að kjósa vinstri. Ég er alltaf svikinn. Ég er alltaf út undan. Þegar við talum að þetta væri stórum parti, voru að tala um að væri kallmenn á mínum aldri sem að vera að kjósa Miðflokkinn. Þá langar mér svolítið bara að taka upp hanskan fyrir þá. Að ef að þú ert hópur sem að upplifir það að hafa verið svikinn af bara öllu, allstaðar, að það kemur inn þetta er svona svipað eins og þeir sem að kusu Trump af því að Washington er markvisst búið að svíkja þá alltaf og svo kemur loksins independent kandidat, reyndar er hann algjörlega styrlaður en hann er ekki partur af pólitísku eliturni sem er alltaf búin að svíkja og þá kýstu Trump sem sko óanægju atkvæði. Þetta var oft orðað sem þannig að ég kýs frekar bullukott heldur í leigara. Já, eins og, einmitt, það er látið eins og demókratar hafi alltaf að gera eitthvað ægilega, eins og demókratar sé ykkur valkostur fyrir þetta fólk. Demókratar hafi ekki gert neitt fyrir þetta fólk. Þannig að þú veist, þegar þú kjósa Trump, þá bara, guð minn góður, hvað er þetta að gera okkur? Já, einmitt, hann er brjálæður og hann er republikani, en hinir voru hvað sem er ekki að gera neitt heldur. Það er nákvæmlega þetta. Wildcard, bara... Já, það er nákvæmlega þetta. Þú kýst hann sem framkvæmir eitthvað sem gagnast þér í þínu lífi. Punktur. Já, og ef að enginn ætlar að kjósa eitthvað sem að gagnast nokkrum manni, að þá kýstu bara eitthvað brjálæði. En hvað er bara að fara að bera virðingu fyrir? Kýstu bara læti, þetta er bara uppreist. Hverju er hann að lofa hann, Sigmundur? Svipað eins og þegar við kusum hann fyrir að gefa fólki hlutabréfin í Íslandsbanka sem er kannski svona 250 skall á mann í... Já, hann er að gefa peninga, hann hefur gert þetta áður. Hann er að gefa okkur banka. Og fólk mann. Ég segir það. Treystir því. Og eitthvað svolítið. Ég gleymdi því. Hver vill ekki banka? En í auglýsingunum þá ætlar hann að loka landamærunum. Loka landamærunum, ég heyri það bara. Þú erum að fara út fyrir kosningar, þannig kemstu kannski ekki tilbaka ef hann kemst til valda. Kannski vilt ekki komast tilbaka. En svo misjant hvað við heyrum. Þú veist, hún heyrir útlendingamálinu og alveg fyrir kross og svo heyrir einhver annar. Ég hef bara heyrt nokkur sinnum núna í útvarpinu og þessa röddan Sigmund og Davíð og það er alltaf lokum landamærunum og eitthvað og ég alveg er það svona það sem að því hann er sko ekki bara að tala um flótta sko hælisleitinur, hann er líka að tala um bara þetta bara fólk sem er að koma og vinna. Ég segi nú bara sem betur fyrir voru ekki landamærin okkar lokuð 1150. Já, en eru kjósendur Miðflokksins, eru þeir til í það? Er þetta ekki... Nei, ég held ekki. Þeir eru hlusta eftir einhver öðru. Miðflokkurinn sló upp í eitthvað svona 17%, en er að síga niður núna komin eitthvað starf svona í 12%. Og það er eins og að sé að flæða frá honum fylgi og yfir til Flokks fólksins. Þessi sami því að Flokkur fólksins. Trúi því. Og ég held þetta að sé að sömuleyti að fólk upplifi bara Inga Sæland er eiginlega meira ekta heldur en Sigmundur Davíð. Þannig að þú ert eitthvað stað þarna og það er líka verið á Ólafur Þórn Harðarsson og fleiri að benda á það að fylgið sem að flæðir frá Sjálfstæðisflokknum yfir í Miðflokkinn og svo er það líka að þú skoðar hvert sækir Flokkur fólksins sín atkvæði þá er það að stóru leyti frá Sjálfstæðisflokknum og þá er það að þetta er svona hefur kallað svona alþýðu fylgi Sjálfstæðisflokksins að það Bjarni Ben getur ekki haldið í engengurinn, hann það fer til Sigmundar og svo til Ingu og svo frjálslynda fylgi fer til Viðreisnar og þess vegna er Sjálfstæðisflokkurinn í þessu vandamál, það bara leka allir belgir hjá þeim sko. Þetta stjætt með stjætt þarna slókan, það er hægt að virka. Já, býðum aðeins þangað til að eins og hvað kemur í ljós vegna þess að það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur
og hefur haft í gegnum árin að það þessi flokkshollusta og kannski þegar fólk komið í klefan, við vitum það ekki, kannski gerist eitthvað þá. Ræður ekki við hendina sinna. Ræður ekki. Bara kikkar inn eitthvað. Kikkar inn. Og ósjálfrátt. Og þeir eru góðir í kosningum, þeir kunna að fara í kosningar. Ég var að vita að segja það. Þú veist, það mikið af þessu fólki dáið sem að bara kýs Sjálfstæðisflokkinn sama hvað. Já, voru... Það dómið að það var að bíða eftir aðgerð á Landspítalanum. Já. Mér finnst ennþá það sem að mér finnst áhugaverðast í þessu, sem fyrir utan það hvað það væri vont fyrir Íslands samfélag, það að sjá hvað Bjarna Ben tekst lengi viðbónd, hvað hann getur farið langt niður í fylgi en samt stjórnaðalli. Af því ég var tilfinningur það geti farið langt niður fyrir 10%. Sko. Ég held að sé bara missa völdin og það hann er búin að missa þau og já, ég held það. Guð, hvað ég vonaði að það var rétt fyrir ykkur. Það ekki mikið verið að sýna hann en það engin augljós en hver augljós arftaki hans í þessum flokki? Veist, já, það rétt, hann ekki auglýsingunum. Guðrún Hafsteinsson kannski. Það alveg stór hluti sem ennþá kýs Sjálfstæðisflokkinn sem þolir ekki þessar ungu konur með naglallakkið og þær eru þarna 2 á sikkorum vængnum við hann og hvað er þá Gulli að fara það er svo mikil uppstokkun sem að gerist í Sjálfstæðisflokknum þegar hann fer vandi við að því að þetta það svona armar í flokknum eða mengi eða eitthvað hvað kallar það og engin armur unir hinum að vinna þannig að það heldur sér vandamál og það er engin sýnilegur sem getur haldið utan Sjálfstæðisflokkinn eins og hann er hvað þá að geta breytt út vangi sína og tekið fólki sem hafa flúið yfir í Viðreisn og miðflokkin og fólksflokksins. Það bara ekkert svona í boði. Þannig ég held að sé ekkert annað sem ekki á bakvið náttúrulega sterkt auðvald og þeir geta eitt peningum í því að reyna að ná þessu saman með alls konar hætti. Þeir geta líka sagt ég verður ekki að bara styðja Sjálfstæðisflokkinn og miðflokkin og Viðreisn og flokk fólksins. En ekki bara auðvald, heldur líka megnið af allir stjórnsýslu í landinu. Það miklu betra fyrir auðvaldið eiga bara 4 flokk. Já, bara it's safe, já, einmitt. En það ekki bara auðvaldið af því að í rauninu öll stjórnsýslan valhallamegin í tilvæg. Það? Dómstólarnir, glemir því nú ekki. Dómstólarnir kannski, já. Það allt geirnelt og ég held að vera svona framsókn kannski líka. Þegar það kemur, þú veist, vinstri stjórn sem ætlar að gera eitthvað, skilur vinstri ráðherra og svo fer það inn í ráðuneyti til lögfræðingana, þá getur lögfræðingum nei, þetta aldrei að vera. Þetta mun aldrei halda. Þetta mun aldrei gerast. Bara Valhöll segi nei. Og mér fannst þetta þegar Kristrún var að svona færa samfélkinguna að Sjálfstæðisflokknum að þá fannst mér alltaf eins og það verið slíkt mat að ef ég ætla að eiga framtíð í stjórnmálum á Íslandi þá betra að vinna með auðvaldinu og Sjálfstæðisflokknum heldur en á móti því. Ég ætla ekki að verða Jóhanna Sigurðardóttir og fá þetta á móti mér. Ég ætla að verða Katrín Jakobsdóttir og vera í skjóli. Meira því saman. En hún ekki samt bara að setja efnahagsmálin vinstra megin? Eða þú veist, ég minna, er það ekki bara fínt? Það alltaf minna. Það er talað einhverja skattahækkanir og núna er þetta orðið vaskgatið, EHF-gatið, EHF-gatið, er eiginlega eina sem er eftir. Já, það hefur orðið svolítið svona hægri slagsíða í samfélkingunni. Já, ég vil samt að vinstriflokkarnir tali efnahagsmál, mér finnst það skipta óbúslega miklu máli. Já, þetta skiptir. Og Kristrún er öflug. Þetta er allt á miðjunni núna. Og hún greinilega mjög fróð og góð í að ræða þessi mál. Mér finnst aftur verið að koma svona forystubragur einhver, þar sem að grasrót og aðrir í flokknum einhvern veginn, skiptaði einhver máli. Það finnst mér alltaf svolítið hættulegur, hættuleg stemming. Ég spurði hvaða fyrirbrigði hann væri, það var dauðan, flokkstryggðin séð dauð. Þeir sem voru tvítu í 1968, sem er svona, það sem verður svona rót í samfélaginu, þeir eru 76 ára í dag. Þannig að þú veist, þessi kynslóð sem bara fer og kýs sinn flokk, er það ekki svona fólk sem var tvítut 1956 eða eitthvað sko. Þannig ég held að þessi flokkstryggð, ég meina, hún er bara farin sko. Ég vona hún sé farin. Mér finnst við bara kjósa málefni og kjósa fólk sem við treystum. En hvaða fyrirbrigði er Inga Sæland í Íslandsstofu? Ég veit það ekki. Hún er mjög öflug, hún er með hann sjarma og hún er alltaf að halda þessar eldræður. Það er hann til skammar, hvernig þið farið með öryrkja. Allir myndi vilja fara með henni í partí. Já, en svo kemur aldrei það sem við ætlum að gera.
Hver hugmyndafræðin? Því að ég veit þetta svona hægri velferðarflokkur, hvað á að gera? Og eina sem ég hef heyrt að það bankaskattur sem að mér líka allt að fá að tala þú veist, að bankinn skuli bankarnir hækka vexti þegar stýrivexti lækka og þeirra útskýring á því bara svona og þessi geggjaði hagnaður og allt það, en þú veist, Inga Sæland með það. Það er eftir slagur þeirra, minna snobb, hvað? Nei, fæði, klæði, húsnæði. Fæði, klæði, húsnæði, en þú veist, hvernig maður glemt svo flitt. Já, en þú veist, maður alltaf, ég bara í gegnum alla tíð fólksins hef ég hlusta og verið sammála, öryrkjar, þetta bara til skammar, en hvað ætlið þið að gera? Það hefur alltaf verið mjög óljóst. Þá ekki að skatta, þá ekki að, þú veist, gera neitt beinlínis öðruvísi. Nei, og svo engin annar í flokki fólksins sem að einhvern veginn virðist segja neitt. Nú Ragnar Þór Ingólfsson. Já, reyndar, það fannst mér alveg spil. Líka. Og þau ætla að hækka eftirlaun og örorkulífeyri upp í 450.000 og ekki færa skattleysiskmörkin upp að því. Og þau ætla að gera voðalega mikið. Til þess að fjármagna þetta þá ætla að hafa bankaskatt sem ég veit ekki hvað skilar, kannski 20 milljónum, en síðan ætlar að flýta fyrir skattheimtu af iðgjöldum í lífeyrissjóði. Nú þannig að þú borgar skattlaust inn í lífeyrissjóðin og það ástætt þetta, svo færðu peninga tilbaka og þá borgar þú skatta því þegar þú orðin gömul. En þau vilja að þessi tekinn skattur í upphafi og það á að skila einhverjum svona, veit ekki, kannski 70 milljónum, en þá náttúrulega færðu minna þegar þú verður eldri að því að skattleysið ekki fjármagnað á leiðinni minni ávöxtun einhver leitið að pissa í skófið sinn en í staðin fyrir að taka skatta af auðvaldinu og fjármagninu svona, þá vil ég að taka peningana út úr framtíðar eftirlaun. Hvað finnst ykkur um það? Hvað finnst ykkur um það? Mér finnst þetta svona svolítið billegt svona eitt tricks sem að það eyðir bara einu sinni. En það samt eitthvað með þessa lífeyrissjóði sem þarf að skoða. Já, en þetta kannski ekki það sem að þarf að laga. Nei. Sennilega ekki þetta. Nei. Það margt sem þarf að skoða með lífeyrissjóðan, en sennilega ekki þetta samt. En hún nefnir einhverja tekjur og Viðreisn ætlar að selja allar jarðir og allar eignir. Ég myndi vilja sjá lista yfir hvaða stórfyrirtæki og hvaða eignir og jarðir hafa verið seldar úr landi á síðust 20 árum. Já. Það jarðir í Vopnafirði og Grímsstaðafjöllum og nánast öll stóru fyrirtækjum okkar. Firðirnir sem að norskir auðkefingar eru með laxeldi í og Ísland er á útsölu En það eitthvað sem við ætlum ekki að skoða og leyfa bara að halda áfram? Þetta er ekki pólitískt mál. Það er engin ekkert stjórnmálaafl sem að segja, herðu, það er langar okkur að þetta þróist svona, að við seljum landi bara í heild sinni. Já, það eru Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og fleiri flokkar sem eru bara á því að allar eigur eru betur komnar í höndunum á einkaaðilum. Almenningur og almannavaldið og ríkið á ekki eiga neitt. Ég held reyndar að miðflokkurinn sé með eitthvað um þetta. Já, það megi ekki selja erlendum ríkisborgurum. En það má selja íslenskum ríkisborgurum. En það meikar eitthvað sens. Davíð má eiga Vopnafjörð. Já, en ekki útlendingum. Gleymum nú ekki. Nei, þetta loka landamærunum. En ég minna þá það líka, þá megum við heldur ekki eiga neitt í útlöndum. Þú veist, þetta er ekki, við þurfum einhverja raunhafa stefnu hvernig við viljum sjá Ísland þróast. En ég held að Sigmundur hafi verið forsætisráðherra þegar Ratcliffe var að kaupa jarðirnar í Vopnafirði. Já. En hann stoppaði ekki. Nei. En það býr Sigmundur ennþá á eyðibýli. Veit það einhver? Já, hann er með lögheimili með bent á þetta hús eins og þetta stendur svona. Er það ennþá þannig? Hann er ennþá með lögheimili þar? Já. Og mér finnst alveg magna þar allir að tala þú veist hvað við erum illa stödd, hvað ríkissjóður illa rekin og nú þurfum við bara að finna þessa peninga og sama tíma er hann Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, mjög vel stæð kona sem bara fær fullt af peningum sem hún getur ekki hafnað. Af því að hún er þingmaður utan á landi og fær bara alltaf húsnæðisstyrk þó hún hafi aldrei búið út á landi og þetta er bara fullt af milljónum sem hún fær alltaf en það er ekkert sem hún getur gert til þess að breyta því. En er það ekki öðruvísi á henni? Hún er ekki með aftur svona gróft eins og Sigmundur Davíðsson er eiginlega með falskt lögheimili.
Nei, hún er ekki með falslögumli en hún getur ekki stoppað þessa greiðslu til sín sem eru alveg sko orðnar eitthvað 30 milljónir sem hún hefur fengið aukalega því að hún á að rétt á því að halda heimili annar staðar en hún gerir það ekki og mun aldrei gera það og hefur aldrei gert það og viðurkennir það alveg í fjölmiðlum en það svona fyrir þingmann skilur að sjá þetta augljósa gat á flæði fjármagn sem að enginn þarf ekki þau að þú getur ekki hafnað því, það er ekki hægt að stoppa við getum ekkert stoppað þetta og Sigmundur Davíð vinur minn, hann býr á til dæmis á Eyðibýli og þú veist við vitum það öll að hann býr ekki þar en við erum samt að leita alls staðar að peningum til að stoppa ég held hún hafi sagt að hún myndi gjarnan vilja geta gert það en hún er algjörlega máttlaus hún er í máttlausi, hún er í algjörlega gjörsanlega engin í stöðu til þess verandi á þingi Guðni T.H. gaf svona auka peninga í góðgerðarmál Sanna Magdalena gefur hluta launum sínum inn í orðstjórnuna sem er styrktarsjóður sem að sósíalistar hafa til þess að styðja hagsmunabáru. Við erum ekki að tala um sönnu það voru launahækkanir, það var ekki svona dreifbýlisstyrkur. Nei, en það er svona sveipað, þau hafna því og En mér finnst Sanna, mér finnst hún koma fram sem sterkur leiðtogi og ég sé það bara og það er þvert á flokka og það er athyglisvert og hvað hún situr vel í sér, hvað hún er staðföst, hvað hún horfir fast og svarar fast, það eru allir sem að bera virðingu fyrir því. Ég vona að hún komist á þing, hún á þangað fullt erindi. Það var könnun sem birtist bara í vikunni það eru borgarbúar spurðir að því til hvaða borgarfulltrúar berðu mest traust. Hún var þar efst. Já. Hún er þar yfirleitt alltaf og vinnur sko borgarstjóra sem að vera borgarstjóri í Reykjavík hefur alltaf verið svona vinsældar embætti. Nú verið þið borgarstjóri, það eru 6% nefna hann, 25% nefna Sönnu. Þannig að hennar persónufylgi hjá þjóðinni er miklu stærra heldur en fylgi sósíalistaflokksins. Og hún er sko Það eru reykingarspurðir en í sömu könnunum voru spurt sko afstöðu flokkana þá voru sósíalistarnir með eitthvað rúmlega 10 fjórðistæsti flokkurinn á eftir Sjálfstæðisflokki, Samfylkingu og Viðreisn. Hún er með þetta, maður sér að hún er að hlusta þegar hún er að tala og svara og það er þessi virkarlustun sem við viljum fá á alla kanta inn á því. Takk. Mér finnst alltaf gaman að fylgjast með því að hún er ung, hún var náttúrulega, hún byrjaði, þá var hún bara 28 ára í fyrstu kosningunum í borginni og þá voru svona einmitt allir að standa á einhverju hægnabliki. Þá virkar hún alltaf eins og verður sko fullorðnust af hópnum. Já. Það er eitthvað svoleiðis yfirvegum sko. Svona yfirvegum. Hvenær var fyrsta? 2018. Það er það. Borgarstjórnarkosningar 2018. Býtu, hvað kom út úr þeim? Var það bara Dagur vann. Já, hann tapaði en hélt áfram, hann er svo svipaður og Sjálfstæðisflokkurinn og svo tapaði hann líka 2020 en hann hélt það samt áfram. Svo er spurning hver tapar núna og fer samt. Og kemst samt áfram. Svona er þetta, þannig að við verðum alltaf að vera vinir áfram sko eftir kosningar. En svo, mér langar bara aðeins að koma inn á það. Við búum hérna, við erum ekki einu sinni 400.000. Við erum svona svo einn lítill bær í Evrópu. Og við erum svona 99% sátt þegar það kemur, semst ef ég hitt einhvern, hvort sem er sjálfstæðismaður eða eitthvað annað og við erum að ræða bara um okkar gildi í lífinu, við erum mjög einsleitur hópur og það er ekki jafn, semst sundrungin, dýnamíkin sem er vegna samþjöppunar valds, einukonar verslunar og einhverja valdaelítu sem heldur út í einhverju orðræðu vini og óvini og allt þetta. Ég myndi vilja finna einhvern vettvang þar sem við getum náð aðeins burtu frá þessari ofboðslegu polariseringu sem að sko stjórnvöld og atvinnulífið býður okkur upp á. Mér finnst mest að polariseringinni vera milli almennings af því að það er oft byrtar svona kannanir af afstöðu almennings til ýmisamála. Já. Og það er alltaf þannig að stjórnvöld fara alltaf þveru og átt. Akkurat. Almenningur spurður viljið selja bankana? Nei, en stjórnvöld selja bankana.
Viljið þið byggja upp opinbert heilbrigðiskerfi? Já, við gera það. Stjórnum svaraði því að einhverja það. Já. Og það eiginlega, viljið þið hafa kvótakjörfi? Nei, kvótakjörfið er spilling og færir auðin til örfára. Stjórnum viðhaldar kvótakjörfi. Þannig þetta er eiginlega skautunin í íslensku samfélagi. Það er að milli stjórnvalda og almennings. Já, og þetta með heilbrigðiskerfið er gríðarlega áhugavert. Vegna þess að þjóðin segir aftur og aftur að hún vilji ekki einkavæða heilbrigðiskerfið. Og þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn sé búinn að svelta heilbrigðiskerfið áratugum saman er búið að taka bara og skera og taka af fjármagn þannig að þú veist nú er bara heilbrigðiskerfið ein rjúkandi rúst við viljum samt fá heilbrigðiskerfi í almannaþjónustu sem er ekki einkarekið og þeir eru bara kjósi mig, ég ætla að einkavæða það þetta er rosalega skrítið og við kjósa á samt munið eftir könnunin sem að undirskriftaristar Kára Stefáns að ákveðin, það er alveg ótrúlegt, hvað skrifuðu margir undir? 87.000 manns 87.000 manns og það er bara samt sami málflögn nei, er þið búin að sjá hvað er mikil bið á bráðamóttökunni við þurfum að einkavæða nei Kári var að skrifa opið bréf til Snorra í miðflokknum og er þið búin að lesa það? Nei það er bara fallegt bréf hann talar óbúslega vinalega til hans að hann hljóti að vera að miskilja stefnu eigins flokks og vilji kannski sperrileggur og hann er fallið fyrir þessum unga sperrileggarna sem var í frambóði og fundist hann fyrir það ávarpans nú sem kveður hann sem vin eldri sperrileggur ávarpar yngri sperrileggur mér fannst þetta bara svolítið fallegt er hann að tala um feminisma? Hvað er hann að tala um? Kári Stefáns já, nákvæmlega Nei, þessi Snorri en nei, var hann ekki í Snorri kom fram með gagnrýni á Ríkissjónvarpið sem að hann var að gagnrýna fyrir að vera með vinstri halla á umfjöllun sinn flokk sem hann er nýlega gengin til liðsvið með flokkinn og Kári, hann talar að þetta sé bara allt miskilingur og vissulega sé miðflokkurinn flokkur, jöfnuðar, samkenndar og réttlætis eða hvað hann sagði. Kári svarar honum og gefur honum föðuleg ráð. Segir hann að það sé að rökkva tilbaka frá eigin skoðunum. Hann sjáu mynd. Já, mér finnst þetta áhugavert. Þið leysið þetta. Já. Herðu, en þið eitthvað skaman að þessu, pólitíkinni? Svona temmilega. Ég veit það ekki. Svona temmilega, ég veit það ekki heldur. En það er bara stutt eftir, sko. Það er stutt eftir. Þetta er spennandi, svo sannlega spennandi. Gæti farið vel, en þetta er samt líka alltaf dálítið óveikjandi. Hvað er klukkan? Ég ætlaði að fara að kjósa í hátíðlega kjörstað í Holtagarði. Það er opið til 10 í kvöld. En það er að kjósa. Þannig að ég er að fara að skunda í Holtagarða. Það er mjög sniðut að því að spáð vonduveðri. Það er sniðut að kjósa bara sem fyrst. Það er samt smá stemming að kjósa í vonduveðri. Það er mikil stemning að kjósa í Holtagörðum. Það er mjög stemming. Þar fær maður að stilla. Bónusopið. Ég kaust þannig fósettakostingunum. Það er svolítið gaman. Sko þó þetta fari kannski ekki, þú veist, alveg samkvæmt einhverjum viltustu könnunum, þá er þetta samt sögulegt moment. Við erum að sjá svo svakalegar breytingar á íslensku pólitísku landslagi á Íslandi. Mér finnst þetta bara ég held að ég myndi aldrei lifa þetta sko. Að sjá fjórflokkin falla svona langt niður og tvo þeirra út af þingi þetta er, eða þú veist, mögulega vonandi bara fáið ferskar raddir og eitthvað gert og fólk að nota atkvæðisréttin þess að, þú veist, fólk er að kjósa breytingar þetta er lýðræði og þetta er veisla minnst það geggjað Takk fyrir að koma hingað og tala pólitík Bíbí, Borgar, Kristjana og Hrönn Takk. Við ætlum að fara núna eitthvað út í bæ með Maríu Lilju og svo heldur dagskráin áfram hérna á Rauðaborðinu. Það er komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is